stigbreyting og stopp lýsingarorða. Það sem við munum ræða hér er hvernig þið finnið stopp lýsingarorða. Þið þurfum að kunna það. Það er sáræfalt. Og stigbreytingu þurfið þið að vita eftirfarandi. Þið þurfið að vita munin á reglulegri og óreglulegri. Regluleg stigbreyting og óregluleg. Sum lýsingar og stig breytast það sem við kallum reglulega og önnur óreglulega og sum lýsingar og stig breytast bara ekki. Hvað við getum gert þá? Það sem við gerum er að við skulum byrja á því hvernig maður finnur stopp lýsingarorða. Stopp lýsingarorða getið þið fundið með því einfaldlega að setja lýsingarorðið í kvenkyn og í eintölu. Í kvenkyn eintölu finnið þið stopp lýsingarorðisins og það þýðir að þið getið fundið það með því að setja hjálparorðið hún er fyrir framan. Þar fáið þið út stoppnin. Dæmi það er bara lýsingarorðið ljótur, hún er ljót. Það er ljót stofnin. Skæður, lýsingarorðið skæður. Það er bara skæð. Fallegur, hún er falleg. Dapur, hún er döpur með öi. Og það er bara að setja hún er fyrir framan og það fáið þið stofnin. Einfaldara getur það nú ekki orðið. Þannig að svona finnum við stopp lýsingarorða. Með hjálparorðinu hún er, því að það setur lýsingarorðið í kvenkyn eintölu og þar er stofnin. Sum lýsingarorð stigbreytast ekki. Það er bara ekki hægt að stigbreyta þau. Dæmi lýsingarorð sem stigbreytist ekki er til dæmis lýsingarorðið andvaka. Það geti ekki sofið. Andvaka. Þið geti ekki sagt hann er andvaka, andvakari, andvakastur. Það er ekki hægt og það er til fleiri svona orð. Þessi orð er samt hægt að, það er hægt að svindla og það er hægt að gervi stigbreyta þau með því að nota atviksorð og setja það fyrir framan orðið. Þannig að það er hægt að segja til dæmis að einhver sé mjög andvaka. Mjög er atviksorð og hjálpar bara til við að skilgreina lýsingarorðið betur. Þið getið síðan sagt meira og mest. Þið notið hjálparorð og mest. En þetta þýðir ekki að þið séu þar með búin að stigbreyta lýsingarorðið, andvaka. Þið eru bara búin að gefa í skyn einhver sé meira eða minna andvaka heldur en einhver annar. En þetta er ekki stigbreyting og þið verðið að vera alveg á hreinu með það að þegar þið takið orð eins og andvaka og segið hann er meira andvaka en einhver annar, að þá eruð ekki að stigbreyta. Regluleg og óregluleg stigbreyting fer eftir því hversu mikið lýsingarorðið breytist. Regluleg lýsingarorð er til dæmis orðið ljótur sem við notuðum áðan. Þá er frumstigið, frumstig. Það er miðstig og efsta stig. Frumstigið er ljótur, eða ljót. Við skulum bara gera þetta í kvenkyni. Hún er ljót, ljótari, ljótust. Ljót, ljótari, ljótust, eða ljótur, ljótari, ljótastur, eða ljótt, ljótara, ljótast. Þetta er bara kyni. Og þetta er kallað regluleg stigbreyting vegna þess að stofnin í orðinu helst eins út í gegnum orðið. Þannig að það er sama orðið og það bætist bara eitthvað aftan á það. Og meira að segja, þó að orðið breytist, eins og hér, þegar við setjum stór, stærri, stærst, eða stærstur.
Meira að segja þetta orðið reglulega stigbreytt. Meira að segja þetta orðið reglulega stigbreytt því að hérna stór, stærri, stærstur, það eina sem gerist þarna er að það verður hljóðbreyting, óið breytist í æ. En þetta er sama orðið út í gegn. Óregluleg stigbreyting er síðan það þegar það er bara skipt orð á milli frumstigs og miðstigs og efstastigs. Þá kemur bara allt annað orð í miðstigi og efstastigi heldur en var í frumstigi. Og dæmi þetta er góður, betri, bestur. Hér er ekkert það að ræða að orðið bara breytist eitthvað eins og í stór og stærri. Betri er bara allt annað orð heldur en góður. Þannig að það er bara búið að skipta orð. Og annað dæmi þetta er illur, verri, verstur. Það er ill, verri, verst. Illur, verri, verstur. Þannig að, förum yfir þetta, að það sem því að læri þessum hluta er, í fyrsta lagi hvernig á að finna stofn lýsingarorðs. Og hvernig finnur maður stofn lýsingarorðs? Jú, maður finnur hann með því að setja lýsingarorðið í kvenkinn, í eintölu, og þá getur verið gott að nota hjálparorðið hún er. Og þá eru þið komið með stofn lýsingarorðsins. Ljót, skæð, döpur. Þetta er atriði númer 1. Annað, stigbreyting. Þegar kemur á stigbreytingu þá er það að vita að það eru til lýsingarorð sem stigbreytast bara alls ekki, eins og til dæmis lýsingarorðið andvaka, sem er óstigbreytanlegt. Og þá er hægt að nota atviksorð, eins og atviksorðið mjög, meira og mest. Það er hægt að nota þau orð til að gervi stigbreyta orðið. Mjög andvaka, meira andvaka, mest andvaka, eða bara andvaka, meira andvaka, mest andvaka. Þegar ég líka að vita að stigbreyting, svona venjuleg, hún er til af 2 tegundum. Það er regluleg stigbreyting og óregluleg stigbreyting. Og því að þekkja munin. Óregluleg stigbreyting er þannig að regluleg stigbreyting er þannig á milli frumstigs og miðstigs að þá helst orðið nokkurn veginn eins. Ljót, ljót, ljót. Þetta heldur sér út í gegnum allt orðið. Það eina sem gerist er að það bætist aftan á það. Ljót, ljótari, ljótust. Og það er líka þó að verði smá breyting inn í orðinu eins og stór, á milli stór og stærri, að þetta er samt reglulegt. Óregluleg stigbreyting er það þegar frumstigið og miðstigið er alveg sitthvort orðið. Eins og góður og betri. Þetta er alveg tvö orð. Eða illur og verri.